Sigurbjörg Gunnarsdóttir heiti ég og ég forstöðukona í Smárakirkju. Við langar til þess að bjóða þig velkomin í hlaðvarpið okkar, en hér ætlum við að tala uppbyggjandi og hvetjandi orð. Ég vona svo sannarlega að þetta blessi þig og hvetji þig áfram til að gera góða hluti í lífinu. En öll erum við leiðtogar í eigin lífi. Jú, ég veit við erum búin að gera Jesú að leiðtoga lífs okkar. En það breytir ykkur það að við stjórnum hvort að hann fara að ráða eða ekki, til dæmis. Þannig að við erum ábyrg fyrir því og við svona erum við að hvetja fólk til að kíkja. Eins og Þorgeir sagði, þá ætlum við að það var eitt sem þeir sem ekki þekki neitt til þessara ráðstefnu. Þetta er ekki ráðstefna sem bara haldur, þetta út allan heim. Hún er ekki bara á Íslandi. Þetta er þvert yfir heiminn allan. Og það eru sömu fyrirlestrar, sömu ræðumenn sem að tala. Allur heimurinn sem að tekur þátt að hlusta á sömu ræðurnar og hvatningar. Þessi síðasti sem kom á Satana heitir Cladwell. Hann er, nei ekki grúfkallanir, hann er þeir eru ágættir líka. Þetta er rithöfundur, ég held að minnir hann sé kanadískur, ég er búin að lesa allar bækurnar hans. Hann er algjör snillingur. Þannig að það er svo gott dót sem hann í gangi. Og við viljum hittast hér. Þið að sjálfsögðu svo kom fram getið hort á þetta annar staðar. Það eru nokkuri staðir sem að bjóðum upp á þetta í sal eins og hér. En þið getur líka hort á það heima, bara á netinu. En ef við viljum koma saman, þá er þetta alveg kjörið. Og það væri gaman ef við næðum 10-20 manns eða eitthvað allavega. Og þeir sem eru heima að hlusta, þeir eru velkomin. En allir þurfa að skrá sig á gls.is. Og þegar þið skráðu ykkur og svo bara mætum við hér klári í slaginn. Jæja. Sjá hvað ég ætla að tala mikið, með 3 borða. Nei. Eru þið til í smá? Ég ætla að fara á stað með seríu fljótlega á netinu, svona fræðslukvaldarseríu. Það sem ég ætla að tala það er eitt svo sem ekki komin í titill á það, en ef maður kalla það samstöð sáttmálanna. Samstöð sáttmálanna. Já, það bara en svo ekki það ekki allir í alltaf. Og til að undirbúa þá ætla ég að fá mig vatn. Til að undirbúa þá ætla ég, nei. Nei, þið ná ekki svona húmorður, sko. Ætla ég að fá mig vatn. Til að undirbúa þá ætla ég að byrja aðeins að opna núna í dag á ákveðna hugsanir. Vekja ykkur til hugsanir, sumikar eru þegar að hugsa þetta. Aðrir ekki og mismikið. Og svo kíkjum við kannski á við sjáum hvort við klárum þetta í dag eða hvort þið þurfa að fara áfram næst, það er þá líka bara allt í lagi. Sjáu þið yfirskriftina? Þetta er yfirskrift textans í dag. Og það hefur oft vantað upp á í kristinni kirkju skilning á 2 aðal eða stærstu eða stóru sáttmálum Biblíunnar. Það eru nokkrir sáttmálar sem nefndir eru í Biblíunni sem Guð gerði. En það eru 2 sem eru svona þeir stærstu. Og það eru þessi 2 sem ég ætla að tala aðeins Við köllum þetta 2 aðal sáttmálana, við köllum þá líka gamla sáttmálan og nýja sáttmálan. Og þetta eru svona þeir mikilvægustu. Og í svona biblíuorðabókum þegar verið að tala eða útskýra sáttmála Biblíunnar, að þá er þetta stundum kallað testamenti, samanber Gamla testamenti, Nýja testamenti í Biblíunni,
sem þýðir einfaldlega bara gamli sáttmálinn og nýji sáttmálinn. Og þetta samkomulag tveggja aðila, eða samningur milli tveggja aðila. Þetta ekkert flókið, bara svipað stóðu veikjunum sáttmála. Nema við notum kannski ekki svo mikið orðið sáttmáli í dag nema svona mannréttinda sáttmáli og annað slíkt. Og þá það einhver langur lista, einhver upptalningu sem ekkert bara tveir aðilar hafa komið sér saman Í biblíulegu sáttmáli meira svona eins og samningur. Fullt af dóti sem settur í samningin, en hún milli tveggja aðila. Þau eru að fyrirgefa þó ég séu svolítið að súpa hérna, því að hvort sem þið trúið ekki þá ég enn kjöldrandi yfir kvefið sem ég fekk einhvern veginn í september. Hver nennir þessu? Nennir þessu enginn? Nú, gamli sáttmálinn. Það var sem sagt samningur þá og ég veit að sumikar eru búin að lesa þetta og stúdera en samt sem áður eru ekki allir endilega komnir á þann stað og hugsa þetta eins og ég ætla að leggja þetta fram í dag. Og núna í nokkur ár hef ég rætt þetta og ég verð að segja alveg eins og að sumir hafi verið mér bara reiðir. Ég ekki að grínast. Sumir hafa reiðst mér. Og ég segi, það þýðir ekki að reiðast mér. Ég að reyna að sýna ykkur hvað stendur í Biblíunni. Þið viljum trúa Biblíunni, eða ekki? Já, þetta bara þín túlkun, Halldór. Þú getur ekkert leyft þér að túlka eitthvað sem að fáir aðrir að túlka eða hefur ekki verið túlkað í árhundruðir á þann hátt sem þú ert að segja. Nú ætlum ég bara að uppröfa ykkur strax. Ég hvorki sá fyrsti, né sá síðasti og alls ekki sá eini í dag. Sum ykkar sitja hér á meðal sem eru algjörlega 100% sammála mér. Sum ykkar sem eru heima að hlusta eru algjörlega 100% sammála mér. Og það sem gildir það að vera, þegar ég segi sammála þá ekki mín skoðun eða þín. Það að vera sammála það að Biblían kennir okkur ákveðna hluti þessa tvo sáttmála. Við hins vegar, og ég ætla að koma reynilega inn á það, þetta svona til að leggja grunninn á því, svo komum við dýpru í þetta á fræðslukvöldurum. Þá förum við bara alveg og bara Nennið því, var? Ég nenni því. Jæja. Guð gerir sem sagt sáttmála það sem við köllum gamla testamentið. Ég ætla að leggja fram í Biblíuna. Nei, leggja fram mikrófónu í Biblíu. Þessi þykkari hluti sá gamli. Það var mikið lagt í gamla. Reyndar þetta líka reyndar að vera að greina frá fólki og spámunum og öðru slíku sem voru að lifa undir þeim sáttmála. Síðan kom þessi nýji, hann svona þykkur. Þessi gamli, hvernig maður segir, ég ætla að byrja annars staðar. Þetta ég að reyna að gera þetta, hlustið á mig. Þið eru bara umbrunlindi, ykkur endalaust. Ég ætla að reyna að gera þetta vel. Vandamálið. Í dag, ef við tökum bara almenning í dag á Íslandi, eða bara tökum bara hinn vestræna heim, ekki síst á Íslandi. Vandamálið við dag að þegar þú og ég, hinn kristnu, förum og segjum, við erum trúið, við erum kristin, þá segir það strax, trúir það Biblíunni. Og við segjum, já, við trúum allir Biblíunni, sjálfsögðu. Þú verður að trúa Biblíunni til að trúa Jesú. En það ekki alveg rétt hjá okkur. Þú getur trúa á Jesú án þess að trúa Biblíunni. Af því hann lifandi. Þú með öðrum orðum, þú getur mætt Jesú einhvers staðar án þess að hafa nokkuð lesið Biblíuna eða heyrt. Flest okkar mættu Jesú án þess að hafa lesið Biblíuna. Rétt upp hönd sem gerði það ekki. Rétt upp hönd sem að frelsaðist að hafa búið að lesa Biblíuna 7 sinnum. Nei, enginn. Já, sjáum við hvað að fara. Kristur lifandi og hann mætir og samfar, hann togar í hjarta fólksins, hann togar í hjarta mitt og þitt og dregur okkur til sín áður við vitum nokkuð hvað stendur í Biblíunni.
Skiljið hvað er að fara? Þannig að það er ekki alveg rétt að þegar við segjum að þú verður að trúa Biblíunni til að vera kristinn. Þú getur alveg verið kristinn. Það sem að gerist líklega þó eftir það að þú ferð að lesa Biblíuna eða allavega að þér langar til að lesa. Áts. Já, því við vitum alveg jafnvel, eins og við erum hér, að kristnir menn er ekkert svona, það er ekkert að fyrsta sem þetta er huga að lesa Biblíuna bara, þú veist, kannski er fyrsta sem þetta er huga, það er ekki að fyrsta sem þetta gera. Skiljið hvað er að fara? Af hverju? Vegna svona er tyrfin. Og það sem mig langar að reyna að gera er að hjálpa ykkur að greiða úr torfinu. Með því að greiða milli sáttmálanna fyrst. Því að sáttmála blandan, gamla og nýju, hún ruglaði mig í rímunu í mörg ár. Og ég efast ekki það að hún hefur ruglað þig í rímunu líka. Og þú segir, nei, hún ruglað mig ekki í rímunu, þetta er alveg skilmerkilegt. Ok, nú ætlum ég ekki að byggja rétt upp höndið að svara. Bara hugsaðu það. Er einhver staðar, einhver tíman, það er annar lag. Er einhver staðar, einhver tíman sem þið hafa verið að lesa og þetta er nærrið eins og mótsögn við annað sem ég las í gær. Hafið ég lent í þessu? Ekki, svara bara hver fyrir sig. Ég lent í þessu aftur. Og ég þurfti að hafa fyrir því í mörg ár að láta Biblíuna ganga upp. Af því fyrir mér gat hún ekki verið mótsagnakennd. Hún gat ekki verið full af mótsögnum. Þá vissi ég ekkert hverju ég átti að treysta. Skiljið hvað er að fara? Og þessi mótsögn ég átti að nefna dæmi. Já, ég skal bara nefna strax. Hvað með þegar Páll postuli segir að engin nokkur maður hafi nokkuð tíma geti haldið lögmál Guðs, gamla sáttmálans. Og það hafi verið mjög erfitt og þungbært. Svo segir Jóhannes, Guðspjallamaður, á einum stað, hans lögmál er létt. Hvort er rétt? Er það þungt? Er það létt? Eru þeir ósammála? Eru þeir sammála eða þeir eru að tala um sitthvorn hlutinn? Þeir eru að tala um sitthvorn. En þetta hugsum við ekkert allt út. Við sjáum bara orðið lög eða lögmál. Það er alltaf sama. Skiljið hvað er að fara? Þetta ruglar okkur og gerir okkur oft rosalega erfitt fyrir þegar við erum að lesa. En þá aftur að gamla. Gamli sáttmálinn sem sagt Guð gerir, hann leysir hérna Ísraels eða Hebreana út úr Egyptalandi, út í eyðimörkina og þar gerir hann stóra sáttmálan sem við köllum gamla sáttmálan. Og í stuttumáli, í mjög stuttu, þið lesum þetta í annarri Mósebók, í mjög stuttumáli þá gengur hún út á þetta. Guð kemur, talar í gegnum Móse er upp á fjallinu og hann segir, ég skal vera ykkar Guð, þið verið mitt fólk, ég skal blessa ykkur endalaust ef að þið hlýðið mér. Ok, þetta var sáttmálinn í stuttumáli. Móse kemur niður, hann kynnir þetta fyrir fólkinu og liðið segir, við getum það! Ekki máli, við gerum samning við Guð. Hlýðum honum og hann blessar okkur. Það er bara strax að benda ykkur eitt sem er mjög athyglisvert við þetta. Löngu áður, en Guð blessaði þau, eða komið þennan sáttmála, þá var hann búinn að blessa þau. Hann var búinn að gera kraftaverk eftir kraftaverk, leysa þau út úr Egyptalandi, opna Rauðahafið, gera alls konar hluti, án þess að þau þurftu að hlýða honum. Engin skilmáli, engin sáttmáli, hann bara gerði þetta. En núna samþykktu þau, ok, við viljum áframhaldandi blessanir Guðs með þeim skilyrðum að við hlýðum. Dúps, ef ég hefði verið hann í hópnum og vita sem ég veit það, rautt flagg Móse, þetta er að byrja, skoðum þetta. Þetta er ekki rosalega gott. Þannig að hann er búinn að blessa mig öll mín ár fram að þessu, nú hætta hans blessarinn nema ég sé 100% hlýðin honum í öllu. Ekki svo góðu díl fyrir mig. Og hvað fær Guð út úr þessu? Hann var Guð, hvort sem ég hlýt honum eða ekki. Skiljið hvað er að fara?
En þetta var gamli sáttmálinn. Hann ætlaði að vera þeirra Guð, reyndar, takt eftir, með öllu tilheyrandi. Hvað? Vá. Þú veist, með öllu tilheyrandi. Burt með þetta, þú veist, hann getur gert hvað sem kraftaverk eftir kraftverk. Þetta var samningur sem þið sjáið í annarri Mósebók. Og mundu eftir, Guð þvingaði þau ekki til að skrifa undir hann. Þau samþykktu hann sjálfviljug. Hann þröngvaði þessu sáttmála ekki upp á þau, né heldur gera hann það með nýja sáttmála. Ok? Nú, það má sjá það reyndar í Biblíunni á þessum tíma að Ísraelsmenn, Hebrear, þeir voru rétt áður þetta allt gengur í gegn, þá eru þeir, það er svolítið svona heimtufreki í þeim, þeir voru svolítið svona, okkar Guð er ekkert eins og aðrir guðir hérna. Alla þjóðirnar í kring hafa Guð sem býr í svona húsi og þeir geta bara farið og fórnað fyrir hann og eitthvað svona, við viljum fá svoleiðis Guð. Alltaf flakka okkar Guði. Hann þvælist með eyðimerkina fram og tilbaka með reykský og eldský og svona, svo við þurfum alltaf að elta. Getum við ekki að fengja Guð sem bara kyrra á sama stað. Þeir eru aðeins farnir að kvarta. Og þannig að ég er ekkert viss að Guð hafi viljað þeim til að gefa þeim þennan sáttmála í byrjun, en þú veist, hann vann með þeim, því hann þröngar engu upp á þau. Svo voru þeir aðeins hrókafullir. Við getum gert allt sem Guð segir okkur að gera. Nú ætlum ég ekki heldur að biðja ykkur rétt upp hönd. Ég veit sumir myndi alveg með glöðu gera það. Hve mörg okkar treyst ykkur til þess að gera allt sem Guð segir ykkur að gera. Í öllu alltaf, 100% allan daginn, stöðulega, allt ykkar líf. Ekki svo auðvelt, ekki svo góður sáttmáli. Við treystum okkur til að halda boðorðin. Og, hlustið nú á, hér liggur vandamál margra trúaðra kristinna manna. Og ég sagði það áðan. Svona hugsum við. Og þetta er alveg rökrétt, en svona hugsum við. Öll Biblían er innblásið orð Guðs. Öll Biblían er gefin frá Guði. Ég er núna trúaður maður og trúi á Guð Biblíunar. Þess vegna er hvert einasta vers Biblíunar fyrir mig. En nei, það er ekki. Get ég lesið mig til fræðslu? Get ég nýtt mér hana? Get ég lært að sjálfsögðu? En er hvert einasta vers í Biblíunni fyrir mig sem trúaður maður? Nei. Þar liggur 100 gráð. Þar erum við erfiðleikum. Vegna þess að við trúum því að Guð sé að tala allt beint til okkar úr hverju einasta versi. Af því þetta er Guðsorð. Ok, því hjálp ykkur. Í gamla sáttmálanum, sem er í Biblíunni, gaf hann 10 boðorð á steintöflum. Og við reynum að halda þau og sumir kannu segja, ég er bara nokkuð góður í að halda þau. Þangað til Jesú fór allt í einu að tala um það að það væri nú ekki, þú veist, það er ekki bara að tala um að halda framhjá, heldur að girnast með augunum. Það var allt í einu orðið vont líka. Ég get þetta ekkert Guð. Þú veist, þetta er ég, gleymdu þessu, þetta er vondu díl. Okay? Og það er það sem ég er að reyna að segja ykkur. Þetta er bara vondu díl. Og þú segir, ég gengur bara þokkalega að halda þetta. Ok, þá ætla ég að uppörfa þig. Af því ég veit að langt sem hún last þetta. En í gamla sáttmálanum, lögmálunum, við köllum þetta bara lögmál Móse, eru boðorðin það bil 613. Nú svitnum við. Veitu, ekki bara 10? Nei, þau eru 613. Og gamli sáttmála segir, ef þú brýtur eitt af þessum boðorðum, þá ertu sekur við öll.
Sjáu hvað flækju kristnir menn geta lent í. Af því ef þeir halda að þetta sé allt fyrir okkur. Þess vegna skiptir öllu máli þegar við lesum og erum að stúdera og þroska okkur í trúnni að skilja hver að tala, við hvernig að tala, hvað að segja og hvað umhverfið. Ef að versin eru tré og Biblían skógur, ekki skoða bara hvert tré. Fljúðu upp hátt og skoðaðu skóginn. Sjá hvað skógurinn að segja þér. Ekki bara hvað hvert tré að segja þér. Því að það ekkert auðveldar heldur en að taka tréð úr samhengi. Planta því einhvers staðar annars staðar og ætla að láta það bera ávöxt fyrir þig og þú finnur strax ávöxturinn ekki góður. Er þið með mér? Þetta allt lagi ennþá? Ok? Já, menn hafa nefnilega ekki átt að segja því að þessi aðferð í kristindómnum sem mér þóri alveg að fullyrða að langt flesti trúaði menn á hinu vestræna heimi iðka og kirkjur kenna. Þetta kennt úr pústinu. Að blanda saman, þetta sé allt saman til þín, boðskapur Guðs til þín og þú verður bara að vinna úr þessu og móða úr þessu. Nú ætlum ég að segja ykkur þetta og það kemur yfirskriftin, sjáðu, súkkulaði og sjampó. Sumir vilja menna það, já, gamli sáttmálinn eins og vanilís og nýir eins og súkkulaði. Og ef þú setur það saman, þá alveg fullkomið. Rosa gott. Nei. Jú, vanil og súkkulaði það mjög gott saman. Ég ekki að neita því, En nei, gamli sáttmálinn og nýju ekki þessu líkt. Nýji sáttmálinn eins og súkkulaði og gamli eins og sjampó. Algjörlega sikkur tilgangurinn, algjörlega sikkur hlutverkið og það stendur utan að skýru stöfu banna að blanda saman og neita saman sem einna fæðu. Það á ekki að borða súkkulaðið og sjampóið saman. Það var annar tilgangur. Fyrir utan það var náttúrulega alveg hrikalega bráðvond og mikil vannæring í því þú borðar ekki neitt af þessu, þetta svo vond. Sikkur tilgangurinn, þetta alveg eins og muniði eftir svona þroskaleikföng og með svona kringlótt og kubb og þetta setja honi í svona, það búið að búa til gat eitthvað stað fyrir hans og svo þríhyrningur, svo ferningur og kubbur og það reyna að finna þetta rétt og við erum alltaf í trúnni, svona eru margir kristnir, að reyna að koma ferningslega kubbnum og með kringlótt og hólu. Og það tekst ekki og það var það sem ég lenti í vandræðum með í mörg ár. Jú, ég predikaði, ég talaði, ég trúði, ég elskaði Jesú, snerist ekkert það. Þetta snerist ekkert það, þú nú bara ég var ekkert í neinu fráfalli. Ég mætti allar samkomur, ég predikaði, ég talaði, ég leiddi fólk til trúar og þetta var æðislegt. En þegar ég var að lesa, þá lenti ég í konflikti, þá lenti ég í svona stríði. Þetta passar ekki. Okkur segir þetta hér og hvernig getið gift þetta tvennt, þetta ekki hægt. Sumikar hafi lært það og þetta leið til þess að láta þetta passa upp að þeir séu með það sé tvö eðli hjartaningar, dimmt eðli og bjart eðli, frelsaðeðli og ófrelsaðeðli í hjartanum. Sumikar hafi lært þetta. Biblían segir þetta ekki. En þetta mannleg leið til að láta þetta ganga upp. Með því að nú skilja okkur þetta stendur hér. Að sjálfsögðu, þú búin að búa til forsendurnar til að láta þetta ganga upp. En þetta ekki það sem Biblían kennir. Áts. Að segja ykkur stuttumáli hvernig þetta virkar. Þessi erfiðleikar. Það einhvern veginn svona. Guð Guð fyrirgefningar og fyrirgefning hans algjörlega ókeypis. Allar kirkjur sem trúa á Guð og Krist predika þetta. Hún algjörlega ókeypis. Hann kom og dó fyrir syndi mínar til að frelsa mig, gefa mér aðgang að himninum. Allir sammála þetta. Það sem að gerir síðan hjá þeim sem lendi í erfiðleikunum með þetta,
að það kemur, sko þetta er samningurinn, ókeypis fyrirgefningar og Guð, svo kemur smáaleitrið. Þeir eru búin að lesa samningu, þetta er geggjaður samningur, wow. Og lögfræðingur segir, lestu smáaleitrið, Halldór minn. Nei, þetta er þetta svo gott bara. Lestu smáaleitrið, Halldór. Og ég kíki í smáaleitrið. Fyrirgefningin er algjörlega ókeypis. En ef þú ætlar að lifa og þroskast í algjörlega sátt og eiga garantí inn í heiminin, þá þarf það að vera svona og ekki svona. Þá þarf það að hugsa svona en ekki svona. Þá verður þú að framkoma svona en ekki svona. Þá kemur smáaleitrið. Þú fer nú þetta er vonandi búið svona, en svona var þetta. Þú fer nú ekkert hér upp á pall í of stuttu pilsi, stelpa mín. Þú er að breyta þér fyrst. Þú fer nú ekkert hér upp á pall með nasahring. Heldur við séum einhverju nautati hérna? Þetta er heilagur staður, sjáðu. Má ég sjá? Við þeim að koma í síðar með skyrtu, þú ert með tattoo. Þú veist, allur þessi pakki, þetta er smáaleitrið. Sumt af þessu erum við búin að fjarlægja úr smáaleitrinu, en sumt er ennþá mjög lifandi. Mjög lifandi. Breytingi sem varð á lífi mínu þegar ég fattaði og skildi að ég var að lesa þetta kolvitlaust. Vá! Þegar ég uppgötaði að það var, ég átti ekki að reyna að blanda saman gamla og nýja sáttmálum. Og þvert á móti, þó að ég héldi það væri þannig og ég var búin að heyra það predika þannig og ég var sjálfur búin að predika þannig. Auðvitað sendur enginn og segir, þú átt að blanda saman gamla og nýja. Það er ekkert sagt þannig, sjáðu. Þetta er bara gert. Það er bara búin til blanda sem þú ert farin að drekka og ég bara hvet þig, tékkaðu bara á hvenær dagsetningin er sem þú rennur út, þessi drykkur sem þú ert með. Hann kannski rann út fyrir 2000 árum, sjáðu, og þú ert enn að drekka hann. Og hlaut að vera, hann væri ekki svona bragðgóður. Þú er búin að reyna að bæta, þú veist, þetta er svo súr mjólk. Þú veist, hún, hún er vonlaus. Það hleypir í kaffinu, það er, Og það sem þú gerir, þú bætir við, þú vilt hafa fulla könnu, þú bætir við meira af súrri mjólk og svo setur þú ný mjólk með sem er ekki útrunnin til að vita hvort það lægist ekki. Þetta var aðeins skárað. Þetta gerum við. Við blöndum saman gamalli vöru, gömlum samningi og nýrri vöru, nýjum samningi. Svo skiljum við ekkert okkur, við erum svona í þessu brölti okkur svona vannærið. Haldið að verði ekki gaman að fylgjast með þessu fræðslukvöldum, maður. Það verður nú eitthvað, maður. Ok, nú ætlum ég að klára þetta bara. Síðan ég er náttúrulega gefst, ég bara held svo áfram næst. Ég á líka nýga næsta sunnudag. Hugsaði ég geta sagt þetta. Ég tek þetta bara næst, krakkar. Hver er munurinn á þessu sáttmála? Bara örstutt. Á þessu gamla og nýja. Eins og ég segi, kemst ekkert í gegnum þetta allt núna, en munurinn er svo gigantískur og þetta að ætla sér að ná, það er mitt markmið nefnilega, að ná gömlu mjólkinni úr glasinu hjá þér og skilja nýju mjólkinni eftir. Þú getur það ekki, það er ekki hægt. Við sjáum til. Ok. Samningurinn milli Guðs og manna, Ísraelsmanna, Hebreðana, hann gekk ekki upp. Guð stóð við sitt, en Ísraelsmenn feiluðu. Sáttmálinn náði ekki að varðveitast og varð að engu. Taktu eftir hverju munurinn og ég er að sýna ykkur munin á og þetta er hrikalega stór munur. Gamli sáttmálinn, Guð, Ísraelsmenn. Guð stóð alveg við sitt. Sáttmálinn var ekkert vondur, sjáðu. Það bara, liðið gat ekki haldið hann. Ekki séns. Svo það eyðilagðist. Nýji sáttmálinn,
þá kemur Guð og segir, nú ætla ég að gera sáttmála alla Íslendinga. Nei. Ætla að gera annan sáttmála við Ísraelsmenn. Nei. Ok, ég ætla að uppfæra gamla sáttmálan. Gamli sáttmáli 103. Nei, hvað gerði hann? Hann gerir nýjan sáttmála við Jesú. Við Jesú. Vitandi það að báðir myndu halda hann. Að eilífu. Síðan býður hann þér og mér að koma inn í sáttmálanum og vera hluti af honum. Og það ekki háð því hvort að ég feili eins og í Ísraelsmönnum. Það bara, þú farð að fljóta með, Halldór minn. Í náð Guðs, þá mátt þú vera með. En hvað á ég skrifa undir? Þú þarft ekki að skrifa undir, að búa að skrifa undir. Þú þarf bara að koma og trúa þessu og vera með og þykja þetta. Sjáu munin. Guð og menn. Mennindi brugðust. Engin sáttmáli lengur. Guð og Jesús. Báðir halda. Sáttmálinn lifir eilífð. Þetta hjúts munur, krakkar. Alveg stórkostleg munur. Samt við búin að blanda þessu þannig saman og okkur finnst einhvern veginn að sé okkar ábyrgð að láta þetta allt ganga upp. Svo ábyrgðarfullur, Halldór minn, og mér finnst, ég verð náttúrulega að leggja mitt að mörkum þig þetta bara. Já, en hvað á ég að gera? Verð ég ekki að gera eitthvað? Það gamli sáttmálinn. Þá þurftur að gera allt til að láta hann ganga upp. Já, en ég meina, get ég treyst Jesú bara í þessu? Svari hver fyrir sig. Það lesa Hebreabréfið 8:6. Nú hefur Jesú fengið þeim mun ágætari helgiþjónustu sem hann meðalgangari betri sáttmála sem byggist á betri fyrirheitum. Í ensku þýðingunni, orðið meðalgangari, veitir hvernig það þýtt í enskunni? Guarantee. Hann trygging fyrir nýja sáttmála. Og þessi sáttmáli miklu betri. Pældi þessu gamli, við getum gert allt sem að Guð segir okkur að gera. Þú veist, Mósi var ekki fyrirlagður upp á fjallattur en þeir voru búin að klikka á því. Það ekkert þreku í okkur að gera alltaf rétt. Og Guð sá það, hann vissi það fyrir hann var með planu, ok, ég gera það alvöru sáttmála og býð ykkur bara inn í hann. Og ég mun planta ykkur í hann. Þetta dásalegt. Hann miklu betri, lesum áfram. Hefði hinn fyrri sáttmáli, gamli sáttmálin, verið óaðfinnanlegur, þá hefði ekki verið þörf fyrir annan eða nýjan. Nú ávítar Guð þá, hérna þú veist, við tökum við, hann ávítar mig. Þetta ákveðið eins og við lesum hérna. Nú ávítar Guð þá fyrir einhverja vantrú og ég þar, ég hef ekki nóg mikla trú og, þarna hann að tala við Ísraelsmenn, hann ávítaði Ísraelsmenn út af gamla sáttmálanum. Ekki taka þessu svona persónulega. Sjáu hvað að fara. Við lesum þetta svona, þetta allt fyrir mig, hefðin fyrri og nú ávítar Guð mig og segir, sjá dagar, nei, hann ávítar þá, því hann vissi alveg, þeir gátu ekki haldið þetta og þeir gátu það ekki. Svo segir hann, sjá dagar koma, segir drottinn, ég mun gera nýjan sáttmála við hús Ísraels og við hús Júda, ekki eins og sáttmálaninn í gjörðinni við feður þeirra. Ekki eins og gamla. Á þeim degi ég tók í hönd þeirra til að leiða þá út af Egyptalandi. Hann vísað til þegar hann bjóti gamla sáttmála, gerði við þá og var búinn að leiða það út. Því að þeir héldu ekki minn sáttmála. Það bara búið. Og ég hirti eigi þá. Hvað menn hirti hann ekki þá? Nei, það var sáttmálinn. Ég skal blessa ykkur ef þið. Ef þið ekki, þá bara ég farinn. Hann fylgdist með þeim. Hann hætti ekki að elska þá. Hann sagði, ég ekki að fara að hugsa ykkur ef þið nennið þessu ekki.
vitandi hann vissi að þeir gátu þetta ekki. Og þess vegna lofar hann nýjum. Ég kem með nýjan, hann sagði þeim það, ég kem með nýjan ekki eins og ég gaf feðrunum. Miklu betri sáttmála. Ég vil lesa áfram. Þetta sáttmálinn sem ég mun gjöra við hús Ísraels eftir þá daga, segir Drottinn, ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera Guð þeirra og þeir mun vera lýður minn og enginn mun þá kenna landa sínum og enginn bróður sínum og segja, þekktu Drottinn, allir munu þeir þekkja mig, jafn stórir sem smáir, þegar ég mun vera vægur við misgjörð þeirra og ég mun ekki framar minnast synda þeirra. Pásum. Aðeins, þið fyrirgefið, ég er komin aðeins fram, má ég halda pínlítið áfram? Má ég bara staldra við þetta? Ég mun ekki framar minna synda þeirra. Vitið hvað eru margar kirkjur sem eru grafandi í það, við verum að fara aftur í tímann og við verum að koma í gegn bölvun sem hefur verið lögð á kynslóðnir og mig og alla og út af þessum, býtum nú við. Fyrirgefðu. Það er gamli sáttmálinn. Hann í nýja segir, ég ætla ekki að muna þetta lengur. Ég mun ekki framar minnast misgjörðu þeirra. Þegar gamli segir, misgjörðir feðrana munu koma niður á kynslóðunum. Sjáu þið muninn? Vá! Og við erum enn í því að því við erum að blanda. Ég er að segja ykkur, það er fullkomna frelsi í þessu nýja sáttmála. Það er frelsi sem fagnarendi býður okkur. Hlustið svo á síðasta versið. Þar sem hann nú kallar þetta nýja sáttmála, þá hefur hann lýst hinn fyrri. Nei, það getur ekki verið. Þá hefur hann lýst því yfir að við erum að reyna að tróða henni fyrri eitthvað þar inni, reyna að blanda þessu saman, súkkulaði vanlýst, uppfæra nei. Hann lýsir þann gamla úreltan. En það sem er að úreldast og fyrnast er að því komið að verða að stóru og miklu báli með nýju sáttmáli hjá öllu kirkjum heimsins. Nei, verða að engu. Það stendur skýrt í bókinu okkar góðu sem við trúum á. Af hverju erum við þá enn að blanda þessu saman? Af hverju ertu að blanda þessu saman? Ég veit ekki betur heldur. Það er búið að kenna mér þetta svona allt mitt líf. Og það er akkúrat satt. Þannig er búið að kenna okkur þetta allt okkar líf. Og vegna þess, þá erum við algjörlega týnd í því hver við erum í Kristi. Jú, við getum alveg játað, ég er nýsköpun í Kristi og þú veist, við játum þetta allt. Nei. Krafturinn sem því fylgir er oftast nær ekki til staðar. Vegna þess að þetta er ekki raunveruleiki líf okkar, þetta er bara í munnunum á okkur. Að lokum þá og ég klára með þessu, þannig að gamli sáttmáli virkaði ekki vegna þess að fólkið hélt hann ekki. Guð gerir nýja sáttmála þar sem Jesús tryggir að sáttmálinn nái fram að ganga og hann er miklu betri með betri lofurðum. Við nýja sáttmálan þá úreltist sá gamli og var það engu. Þangað til kirkjakris reis upp og endurvakti hann. Við reisum frá dauðum, Halldór minn. Guð sagði okkur að reisa frá dauðum og ég reisi þennan gamla sáttmála frá dauðum. Ég vil hann. Þeir sem eru mjög mikið á því að hafa gamla með, þeir myndu strax segja, já, þetta kom þá bara ekki Jesús til að hjálpa okkur að halda lögmálið. Já, en ég meina þeir sem eru vilja blönduna, hann bara kom til að hjálpa mér að halda lögmálið sem að gamla sáttmála. Ok, akkur þau hafa búin að taka út 600 af þessum boðurum. Af því þú vildir þau ekki. Hver leyfir þér að hafna og velja bara? Ég meina, það er annarkvort allt eða ekkert, sjáðu. Farðu bara og skoðaðu bara, þú veist, mataræðisreglurnar. Bara, gjöru svo vel, þú skal bara hlýða þessu. Ég ætla að koma til þínu laugardaginn og sjá hvað er í matinn.
Sérðu hvað að fara? Við bara, þú veist, og það nefnilega hræsnin í þessu. Þú veist, við viljum þetta og þetta á að vera og við leggjum þessa kvöð á fólk. En við höldum það ekki allt sjálf. Og ekki bara við höldum það ekki allt sjálf, við erum búin að sleppa fullt af því. Þetta ekki nútímalegt. Ja, það. Hættur í dag. Ég með pínlítið viðbót sem ég tek bara næst, ok? Hugsa þetta. Ég get sagt ykkur mína samfæringu með þetta. Að ef við náum hóp af fólki sem kveikir á þessu krafti fagnarins og leyfir í að höndla líf sitt, sá hópur mun taka Ísland. Sá hópur. Í dag er fólk svona gagnvart kirkjunni, ekki, bara, veist, ég er ekki alveg með þetta Halldór minn, ég er ekki til í þetta sko. Ok, en ertu til í þetta? Ég hveti til þess að stilla inn á okkur með reglulegum hætti því að hér verður alltaf eitthvað nýtt á nálinni. Takk fyrir að hlusta.